Þá liggur þess að dagskrá fundurinn þannig fyrir að eftir breytta dagskrá þá það fyrsta máli dagskrá beiðni frestun og afgreiðslu framkvæmdaleyfis Hvammsvirkjunar. Við munum halda okkur við raunverulega fundarsköp samþykkta sveitarfélagsins og leyfa 2 umferðir í öllum umræðum. Þannig að ég kannski bara opna umræðuna þetta mál á þann hátt að undirbúningur að Hvammsvirkjun hefur staðið yfir í áratugi hér í sveitarfélaginu. Það búið að fjalla málið á öllum stigum innan sveitarfélagsins. Það búið að halda fjölmarga íbúafundi. Það hefur ekki farið fram hjá neinum málefnið hér í sveitinni. Á síðustu 6 mánuðum frá því að beiðni framkvæmdaleyfi kom frá Landsvirkjun þann 14. desember síðastliðinn, þá hefur mikil vinna farið fram hér á skrifstofum sveitarfélagsins við vinnslu þessara umsóknar. Kringum 600 vinnustundir hafa farið við það að fara yfir gögnin, eiga samtöl við íbúa, halda íbúafund, halda fundi með öllum hagaðilum. Hvað mig varðar þá hafa bæði dyrnar að minni skrifstofu og sími verið opið ávallt og hefur tekið á móti fjölmörgum gestum og rætt málið í þaula fram og tilbaka. Ég hef einnig sóst eftir því að tala við sem flesta málið. Það er ekki hefð fyrir því að vísa framkvæmdaleyfum til umhverfisnefndar í umsögn. Þegar að, eins og segir í 4. grein laga fyrirgeðu, nú ætla ég að horfa réttu leiðina. Eins og segir í lögum framkvæmdaleyfi í 3. grein að þá það sveitarstjórn sem veitir framkvæmdaleyfi og nýtur við undirbúning og útgáfu leyfa atbeina skipulagsnefndar, skipulagsfulltrúa eða annars aðila sem falið hefur verið það hlutverk samkvæmt lögum eða samþykkt sveitarstjórnar. Hvammsvirkjun hefur verið í umfjöllun hér í sveitarfélaginu í áratugi. Það var árið 2015 sem Alþingi setti Hvammsvirkjun í nýtingarflokk rammaáætlunar, orkunýtingarflokk, og við það að virkjanakostur settur í nýtingarflokk í rammaáætlun að þá ber sveitarfélögum að innleiða það á skipulag sitt. Við höfum ekki skipulagsvald yfir virkjanaframkvæmdum á Íslandi. Það hefur verið fjallað þetta mál í áraraðir og vettvangur nefndastarfs mun fyrr í ferlinu að mínu mati og á þeim tíma sem hefur verið fjallað málið á þeim tíma sem fjallað málið við að koma því inn í aðalskipulag og deiliskipulag, þá eru nefndirnar sannarlega rétti vettvangurinn. Ég geti ekki verið sammála því að fresta afgreiðslu málsins á þeim formerkjum að vísa því nú til nefndar eftir allan þann tíma og þann undirbúning sem hefur verið gerður í þessu ferli. Ég vil benda á að umsóknin kom til sveitarstjórnar 14. desember. Gögnin voru lagð fram á fyrsta sveitarstjórnarfundi strax á eftir, ef ég man rétt 21. desember. Landsvirkjun kom inn á fund sveitarstjórnar 4. janúar, kynnti málið. Við höfum tekið á móti gestum inn á sveitarstjórnarfundi oftar en einu sinni varðandi Hvammsvirkjun. Það hefur verið algjör fullkominn aðgangur að málinu á öllum sviðum og ég tel að fara á þessum tímapunkti að vísa málinu til nefnda ekki vera rétta leiðin. Þannig að ég vil bara þá kannski áður en að við bara bjóða upp á umræðuna áfram. Hverjir vilja hafa eitthvað þetta að segja? Kannski ágæta því að þetta nú tekið upp að við kynnum okkur. Ég glemdi því nú í upphafi. Ég heiti semst Haraldur Þór Jónsson, oddviti og sveitarstjóri hér. Bjarni hefur beðið orðið. Oddviti og sveitarstjórnar fólk og íbúar.
Ég heiti Bjarni Ásbjörnsson og er varaoddviti í sveitarstjórn. Ég er svo sammála Haraldi með það að mér finnst ekki tímabært eða rétti tíminn og ekki tilgangur að fresta þessu máli og flytja til nefndar. Það er búið að ræða þetta í þaula og fara ofan í kjölinn á þessum hlutum. Það sem eins og sjá má til dæmis í fyrirvörum sem settar í framkvæmdaleyfið frá sveitarstjórn. Þannig að ég held að málið sé bara í þeim farvegi að við föllum frá þessari dagskrá eða þessari tillögu og höldum áfram með dagskrá fundarins. Já, sæl. Gerður Stefánsdóttir heiti ég og kannski ágætt að því ég legg þessa tillögu fram að ég gerir svona aðeins grein fyrir af hverju ég legg þetta fram. Þannig hagar til hér í sveit að skipulagsnefndin henni er útvistað. Þannig að í skipulagsnefndinni í raun og veru bara einn fulltrúi Skeiða-Gnúpverjahrepps en ekki, þannig að hjartað er ekki þar hjá þeirri nefnd. Vissulega þarf að fara með þetta í gegnum skipulag en ég held að það að hafa ekki sett þetta til umhverfisnefndar sé ákveðin mistök hjá okkur hér í sveitinni. Líka eins og Rangárþing ytra bendir á, það hafa verið að koma fram ýmis frekari gögn, frekari úrvinnsla. Það eru undirritaðir nýir alþjóðasamningar og lagaumhverfi hefur breyst talsvert. Það má til dæmis benda á það í hvorugri matsskýrslunni nokkurn tímann loftslag nefnt á nafn. Þannig að þess vegna það er þessi skoðun sem leiðir að því og þetta er vissulega hlutverk umhverfisnefndar eða loftslags- og umhverfisnefndar eins og hún heitir hjá okkur að fara yfir þessi mál. Og ég held að við höfum kannski aðeins misti í okkur að gera það ekki og þess vegna legg ég fram þessa tillögu og er að sjálfsögðu sammála henni. Oddviti sveitarstjórnarfólk og ágætu gestir, gaman tilbreyting að sjá að það leggur sig eitthvað fram við að koma aðeins og hlusta á bullið okkur eða ekki bullið umræður sem að fólk svona yfir höfuð sýnir málefnum sveitarfélagana yfirleitt allt og lítinn áhuga en það er annað mál en varðandi þessa tillögu gerðar að honum sjálfum sér ágætt en ég held sko að því varst að tala skipulagsmálið að við eigum bara einn fulltrúa í skipulagsnefndinni og þá vissulega það þannig að allar hennar ákvarðanir eru samt ekki staðfestar nema við gerum það í sveitarstjórninni en sko ég held að það hefði þá þurft að vísa þessum málum til umhverfisnefndar á fyrri stigum. Þegar við vorum að vinna skipulagið og þegar það var í vinnslu þá held ég að það hefði verið frekar ástæða til þess heldur en þegar við vorum að gefa út sjálft framkvæmdaleyfið og ég held að sé ekkert sem engin gögn sem hafa borist síðan undanfari sem að gefa tilefni til þess að vísa því til umhverfisnefndar. Svo ég kannski taki þá boltan aftur. Það kemur alveg skýrt fram í lögunum að við vinnslu á bæði fyrra umhverfismatinu og seinna umhverfismatinu að þegar að framkvæmd er unnin eins og undirbúningur Hvammsvirkjunar að þá er verið að fara eftir þeim lögum sem eru í gildi á þeim tíma sem að vinnan hefst. Það liggur alveg fyrir að lög umhverfismat hafa breyst í millitíðinni en það er skýrt ekki fram að í lögunum að við það að lögunum er breytt að þá ber ekki að byrja upp á nýtt að vinna alla vinnuna. Hvað varðar skipulagsnefndina sjálfa, þá er það einmitt mikill kostur varðandi fagleg vinnubrögð í skipulagsmálum. Það væri tæknilega erfitt fyrir okkur að vinna jafn faglega vinnu eins og er unnin hjá Umhverfis- og tæknistofnun Sveitarfélaganna.
Það er að segja starfsfólki þar vinnur stóran hluta af vinnunni, skipulagsnefndin sjálf sem ég set í með oddvitum þeirra 6 sveitarfélaga sem sitja í nefndinni. Hún stækkar raunverulega bara þekkinguna og reynsluna við vinnslu mála. Það er kostur að geta unnið skipulagsmál með stuðningi nágranna sveitarfélaga sinna. Það skilur okkur betri vinnubrögðum. Það er samt alveg skýrt í lögum rammaáætlun. Við höfum ekki skipulagsvaldið. Það stendur mjög skýrt. Sveitarfélögum ber að innleiða virkjunarkosti í skipulag sitt og hefur 4 ár til þess. Þannig að sveitarstjórn Skeiða-Gnúpverjahrepps á þeim tíma sem hún samþykkti bæði aðalskipulag og deiliskipulag og á eðlilega á þeim tímapunkti hefði umfjöllun átt að eiga sér stað í nefndum og hefur líklega gert. Ég hef ekki farið í gegnum það aftur í tíman nákvæmlega hvað var fjallað með nefndum á þeim tíma. En skipulagið sannarlega tók gildi árið 2021, bæði í Skeiða-Gnúpverjahreppi og Rangárþingi Ytra. Á síðustu 6 mánuðum þá hef ég eitt gríðarlega miklu vinnum í þetta mál og ég hef ítarlega og grandskoðað öll gögn og fylgigögn og sá kannski málflutningur sem hefur verið kannski hæst síðustu daga að varðandi lífríki Þjórsár að ég get ekki séð betur en að sá málflutningur var líka í gangi þegar faghóparnir voru að störfum í rammaáætlun áður en að Hvammsvirkjun fór í nýtingarflokk. Ég hef farið gegnum öll þessi gögn og ég get ekki séð að það hefur komið eitthvað nýtt upp síðustu daga. Sú vinna sem við höfum gert hér á síðustu 6 mánuðum og ég hef fengið hrós fyrir, hefur bara verið það. Við höfum reynt að vinna þetta eins vel og hægt er. Við höfum farið í gegnum allt eins vel og hægt er. Við höfum haft allt upp á borðunum og á þeim formerkjum þá tel ég okkur ekki hafa neinn ávinning á því að fara að stoppa núna og vísa þetta til nefndar. Vill einhver taka frekar umræðu? Já, bara. Ég tek alveg undir það sem Haraldur segir að það er kostur að skipulagsnefndin sé með mörgum sveitarfélögum og kemur þá sterk inn skipulagslega séð. En þar er ekki fólk með sérþekkingu eða reynslu af umhverfismálum og þess vegna hefði ég talið eðlilegt að við settum þetta gegnum umhverfisnefnd. Hvað var það rammaáætlun? Við getum nú svo sem verið sammála að vera ósammála margt eins og gengur og gerist í svona sveitarstjórnum. En samkvæmt rammaáætlun þá ber sveitarstjórnum að hafa hliðsjón af orkuáætlunum í sínu skipulagi að taka tillit til þessi skipulagi en rammaáætlun boðar ekki að þar með sé að það þurfi að leggja það inn til skipulags. En talandi það að ekkert hafi breyst, það hefur talsvert breyst á undanförnu. Það eru komnar enn meiri frekari gögn og reynsla af sem doktor Margrét Filardó hefur lagt til reynsluna af seiðafleytingunum í Kolumbiáni í Washington fylki í Bandaríkjunum. Það sem er alveg ljóst að seiðafleytan virkar ekki sem skyldi og þar er laxastofninn í útrýmingahættu og aðstæður hér verða enn verri af því að seiðafleytan fleygir seiðunum í raun og veru ofan í farveg sem að nú er búið að samþykkja sé bara 10 rúmmetrar á sekúndu sem var áður 350 rúmmetrar á sekúndu. Menn hafi í umræðu bent á að einhverjir ár séu álíka litlar og 10 rúmmetrar á sekúndu og hafi laxastofna en við erum náttúrulega með allt annað farveg sem að 350 rúmmetra á hefur mótað og það er mjög líklegt að þetta verði pollar og árangurinn af því, slysahættan, skaðinn og annað slíkt. Það er fullt af nýjum gögnum og meira að segja í fréttunum klukkan 1 í dag var verið að benda á hvað fiskistofnar, hvað þeim hefur farið hríðversnandi á undanförnum árum. Þannig að það má ekki mikið við, enda er laxastofninn, Norður-Atlantshafslaxastofninn er í hættu og Þjórsá er ein af stærstu ánum sem ber þennan stofn og heldur uppi þessum stofni. Það er þess vegna sem ég lagði þetta til, að við erum að fá ný gögn, við erum að fá meiri vitneskju og ég hef verulegar áhyggjur af lífríkinu í ánni og þessari hönnun sem á að vera til staðar með 10 rúmmetra á sekúndu. Takk fyrir.
Vill einhver annar ljá sér til máls? Þá ætla ég bara að setja þessa tillögu til atkvæðagreiðslu. Það er að segja hverjir eru samþykkir því að fresta afgreiðslu framkvæmdaleyfis Hvammsvirkjunar? Rétt upp hönd. Hverjir eru á móti? Það er þá ekki samþykkt. Það eru 4 sem greiða atkvæði með á móti og 1 sem greiðir atkvæði með. Þá ætla ég að fara í næsta dagskrárlið sem er þá beiðni framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar og halda sama háttin á að höfum 2 umræður og framhaldi því áður en að við göngum til atkvæðagreiðslu að þá geti hver og einn gert grein fyrir atkvæði sínu kjósi hann svo. Búrfellsvirkjun sem er í Skeiða-Gnúpverjahreppi var fyrsta virkjunin á Þjórsár- og Tungnasvæðinu og fyrsta stórvirkjunin á Íslandi. Síðan hafa verið reistar 6 virkjanir til viðbótar á Þjórsár- og Tungnasvæðinu og í dag eru 3 af þessum 7 virkjunum staðsettar í Skeiða-Gnúpverjahreppi. Þjórsár- og Tungnasvæðið er sannarlega mikilvægasta raforkuvinnslusvæði þjóðarinnar og frá svæðinu liggja 3 helstu flutningslínur raforku inn til höfuðborgarsvæðisins. Hvammsvirkjun sem er til umfjöllunar á þessum fundi á að verða 8. vatnsaflsvirkjunin á Þjórsár- og Tungnasvæðinu. Líkt og Búrfellsvirkjun sem staðsettir í Skeiða- og Gnúpverjahreppi var fyrsta stórvirkjunin á Íslandi, þá á Hvammsvirkjun að verða fyrsta stórvirkjunin í byggð á Íslandi. Undirbúningur að byggingu Hvammsvirkjunar nær aftur til síðustu aldar. Það var árið 2003 sem að Landsvirkjun lagði fram mat á umhverfisáhrifum vegna virkjunar Þjórsár við Núp. Skipulagsstofnun úrskurðaði 2003, umhverfisráðherra úrskurðaði 2004, Skipulagsstofnun ákvað árið 2015 að endurskoða bæri hluta af umhverfismatinu frá 2003. Endurskoðað umhverfismat var lagt fram 2017 og álit Skipulagsstofnunar lá fyrir árið 2018. Minjastofnun Íslands veitti leyfi til byggingar Hvammsvirkjunar árið 2021. Fiskistofa veitti leyfi til byggingar Hvammsvirkjunar árið 2022 og Orkustofnun gaf út virkjanaleyfi 7. desember 2022. Í framhaldi af því sótti Landsvirkjun framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar bæði til Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Rangárþings ytra þann 14. desember 2022, akkurat fyrir 6 mánuðum síðan. Á síðustu mánuðum hefur verið mikill þrýstingur á sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps og þá sérstaklega til mín persónulega að veita ekki framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar. Ég vil því sérstaklega taka það fram hvers vegna við stöndum hérna í dag að fjalla framkvæmdaleyfisbeiðni Landsvirkjunar til byggingar Hvammsvirkjunar. Árið 2011 voru lög verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011 samþykkt á Alþingi, svokölluð lög rammaáætlun. Með gildistöku þeirra laga var skipulagsvald orkumannvirkja yfir 10 megavött tekið af sveitarfélögunum og fært til Alþingis. Með skipulagsvaldi fylgir mikil ábyrgð og hef ég ítrekað spurt sjálfan mig að því á síðustu mánuðum hvernig stendur á því að 63 einstaklingar á Alþingi eiga að taka ákvarðanir orkumannvirki vítt og breitt landið frekar heldur en sveitarfélögin sjálf sem búa með orkumannvirkin í sínu nánasta umhverfi. Fyrirmynd rammaáætlunar kom frá Noregi en þar virkaði rammaáætlun ekkert vel og árið 2016 var hún lögð niður þar. Rammaáætlun hefur ekki heldur virkað vel á Íslandi. Það sést vel þegar horft er til undirbúnings Hvammsvirkjunar. Einnig hefur reynslan í Noregi sýnt fram á það að ekki er hægt að nýta virkjanakosti öðruvísi en í samvinnu og sátt við nærumhverfið. Þegar Alþingi afgreiddi Hvammsvirkjun í nýtingarflokk rammaáætlunar og þar með heimilaði byggingu Hvammsvirkjunar, þá var það gert á pólitískum forsendum. Það var ekki tekið tillit til faghópanna sem vildu að fjallað yrði allar 3 virkjanir í neðri hluta Þjórsár saman, það er að segja Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Allar 3 sem eru stórvirkjanir í byggð. Ég spyr mig, gerðu þingmenn Alþingis sér grein fyrir hversu mikið inngrip virkjunin er í lífríki Þjórsár? Það var ekki tekið tillit til samfélagslegra áhrifa á íbúa í nærumhverfi virkjunarinnar. Enda í lögum umhverfismat á þessum tíma var engin krafa að fjalla
áhrif á íbúa og samfélagið. Vinnan við undirbúning Hvammsvirkjunar ekki farsæl saga og margt ámælisvert í þeirri vegferð. En staðreyndin sú að það var einfaldlega tekin pólitísk ákvörðun á Alþingi árið 2015 að byggja skyldi Hvammsvirkjun og við sveitarfélögin sem höfum framkvæmdina og virkjunina í okkar bakgarði höfum ekkert það að segja. Þannig eru lögin. Þegar Alþingi tók ákvörðun að setja Hvammsvirkjun í nýtingarflokk, þá tók Alþingi líka ákvörðun að fara í inngrip í náttúrulegt lífríki Þjórsár, sem ekki vitað með vissu hvernig muni takast að lágmarka skaðann á. Við erum mjög meðvituð það. Þann 2. maí síðastliðinn var fundur hér í Árnesi sem boðaður var að mínu frumkvæði með Landsvirkjun og Veiðifélagi Þjórsár. Var þetta í fyrsta sinn í það bil 9 ár sem Landsvirkjun og Veiðifélag Þjórsár hittust saman augliti til auglitis. Samt liggur fyrir að Hvammsvirkjun gríðarlegt inngrip í náttúrulegt lífríki Þjórsár og mikilvægt að sem best verði staðið að því hvernig skaðinn við þetta inngrip í lífríkið verði lágmarkaður. Hvernig á að vera hægt að gera það öðruvísi en með virku samtali og samráði? Við verðum að vinna saman að því að tryggja sem bestu mögulegu útkomuna og þess vegna hafa sveitarfélögin, það að segja Skeiða-Gnúpverjahrepur og Rangárþing ytra, ákveðið að skipa eftirlitsnefnd með framkvæmdinni til að tryggja þann vettvang að samráð verði haft. Við verðum að vinna saman á öllum stigum málsins, bæði fyrir samfélagið, lífríkið, Þjórsár og náttúruna. Okkar hlutverk að vinna saman að því að framkvæma verkefnið í sem mestri sátt og með bestu mögulegu útkomunni fyrir okkur öll. Í því samhengi þá má benda á að virkjun Blöndu hafði jákvæð áhrif á laxveiði í Blöndu. Einnig fyrir tilkomu Kárahnjúkastíflu var mjög takmörkuð veiði í Jöklu nema allra neðst og í hliðarám hennar. Nú, 15 árum eftir að Kárahnjúkavirkjun fór í stað, hefur vaxandi laxveiði verið upp eftir allri Jöklu og einnig má benda á með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar þá uppgötvaðist Stuðlagil sem í dag einn eftirsóttasti ferðamannastaður á Austurlandi. Það margt óvíst hvað gerist með Hvammsvirkjun. Við vitum þetta mikið inngrip, við vitum að við erum að breyta náttúrunni, en við vitum ekkert endilega hvort þetta verði allt hræðilegt. Og vonandi verður útkoman bara góð. Hvammsvirkjun hefur legið þungt yfir samfélaginu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi í áratugi og skapað miklar deilur. Margt hefur verið sagt og gert sem hefði kyrrt mátt liggja. En nú erum við komin á endastöð á áratugalöngum deilum sem aldrei verður full sátt niðurstöðuna, sama hver hún verður. Fyrir þessum fundi liggur fyrir sameiginleg greinargerð Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Rangárþings ytra með útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13. og 14. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Í greinargerðinni kemur fram afstaða meirihluta sveitarstjórnanna varðandi alla þætti umsóknarinnar framkvæmdaleyfið. Sveitarfélögin setja framkvæmdinni 16 skilyrði sem útlistuð eru í kafla 6 í greinargerðinni. Einnig munu sveitarstjórnir beggja sveitarfélaganna skipa í áður sagða eftirlitsnefnd í samráði við framkvæmdaraðila og aðra leyfisveitendur, samanborið 3. málsgrein 16. grein skipulagslaga og 4. málsgrein 15. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi. Að mér vitandi hefur aldrei áður verið skipuð eftirlitsnefnd yfir virkjanaframkvæmd að forræði sveitarfélaga. Enda með byggingu fyrstu stórvirkjunar í byggð erum við að stíga skref sem ekki hafa verið stigin áður. Mikilvægt að allt takist vel. Þá hef ég lokið máli minni í þessum inngangi og gef orðið laust. Vilja einhverjir taka til máls? Gerður? Vilt þú fá þína, Haraldur? Já, ekki verða. Það svo mörg að taka að það erfitt að velja. Í raun og veru eru á þessari framkvæmd, Hvammsvirkjun, verulegir annmarkar. Bæði stjórnsýslulega, lagalega og úr takt við fjölda lagaramma og tilskipana sem Ísland hefur undirgengist á undanförnum árum. Frá því 2003, þegar fyrsta mat á umhverfisáhrifum kom út. Á þeim tíma þá var Hvammsvirkjun ekki virkjanakostur. Hvammsvirkjun síðan þvingað inn
eftir á 2015. Þannig að eins og Haraldur nefndi þá var það pólitísk ákvörðun og hafði ekkert með faglegt mat að gera. Árið 2017 kemur svo út eftir fyrirspurn frá sveitarfélögunum önnur matsskýrsla þar sem Skipulagsstofnun ákveður að betur þurfa að meta landslag og ásýnd og það kemur ekki vel út úr þeirri skýrslu. Nú hafa forsendur breyst hér í sveitarfélaginu með tilkomu hótela og meiri ferðaþjónustu og þá þessi áhrif á landslag og ásýnd afar slæm fyrir frekari uppbyggingu að mínu mati. Það sem annað sem að slær mig svolítið mikið að það kemur fram í skýrslu sem var gefin út deiliskipulag að á þeim tíma sem Skipulagsstofnun að meta hvað skuli meta betur að þá var Landsvirkjun búin að gera mat á því hversu vel hefði tekist til 2002 og mat sem gert af öllum virkjana fyrirtækjum í heiminum, allavega í Norður-Evrópu og það fjall á samráði við íbúa. Og þetta náttúrulega algjört grundvallaratriði. Haraldur sagði við vitum ekki hvort þetta verður hræðilegt og það akkúrat stóra spurningin. Við vitum það ekki og það nauðsynlegt að vita það, að grípa Hvammsvirkjun svona út úr. Það líka mér til efs að það sé æskilegt að byggja raforku framtíðarinnar hér á svæði sem á virku jarðskjálftabelti, virku eldgosabelti. Hvað er Landsvirkjun að hugsa? Að setja allan þunga sinn hér. Þetta í fyrsta skipti sem að virkjun verður í byggð. Áhættumatið frá 2008 algjörlega óásættanlegt og byggir á mjög lélugum gögnum. Það algjör lágmarkskrafa í mínum huga að byggt sé á bestu fáanlegum gögnum hverju sinni. En við gætum haldið áfram lengi. Þetta eru svona þau atriði sem ég helst vildi nefna hérna og það ekki rammaáætlun sem tekur yfir öll önnur lög í landinu. Matsskyldar framkvæmdir þurfa að fara í mat á umhverfisáhrifum og þau yfirskrifa rammaáætlun. Framkvæmdin þarf líka að fá leyfi til að rýra gæði vatnslota samkvæmt lögum stjórn vatnamála og það leyfi liggur ekki fyrir og þess vegna finnst mér óeðlilegt að afgreiða þetta leyfi hér og nú. Það má líka nefna að virkjanaleyfi var kært og það enn í meðferð. Þannig að mér finnst tímapunktur þess að afgreiða framkvæmdarleyfi hér og nú ekki réttur. Takk fyrir. Vil einhver fleiri taka til máls? Ef ekki þá... Nei, ég ætlaði nú að fara að gefa fólki kost á því að gera grein fyrir atkvæði sínu ef við ætlum ekki að taka umræðuna lengra. Hvað segirðu? Já. Já, oddviti, sveitarstjórn. Ég að fá smá tíma aðeins til að fara yfir þessi mál því að ég nú svolítið tengdur þessu eiginlega fyrir nokkuð langt tímabil og þetta sveitarfélag hér Gnúpverjahreppurinn forni náttúrulega tengt þessu mjög langt aftur í tíman og það að menn voru að tala Þjórsárverin og Norðlingaölduveituna og síðan náttúrulega Búrfellið og Sultartanginn og allt þetta inn á okkar svæði og við höfum alltaf lent svolítið í umræðinu hér þessu slóðum og lent orðið svolítið milli steins og sleggju með ólíkra sjónarmiða hvað þessi mál varðar og það hefur stundum vakið upp hjá manni spurningar það hvort með hvaða hætti að afgreiða svona mál. Sumir vilja að þau sé afgreitt inn í sveitarstjórnum, aðrir að það sé gert inn á Alþingi. Þetta hefur bæði kosti og galla. Ég til dæmis alveg sannfærður það að það væri komið lón upp í Norðlingaöldu ef að sveitarfélagið hefði ekki verið með ákvörðunarvaldið þá og vegna þess að það var þá vilji til þess hjá stjórnvöldum að fara í þessa framkvæmd. En aðeins að því við erum að tala Hvammsvirkjun og svona upphafi málsins var náttúrulega alla tíð ljóst að það væri ekki sátt málið og það væri ólík sjónarmið og það var niðurstaða sveitarstjórnar eftir miklar umræður á sínu tíma að
það skilir það að við tækjum skipulagið til afgreiðslu og það yrði samið við þá landeigendur sem myndi tapa landi við þessa framkvæmd, þá undir lón. Og það var sett sem skilyrði og ég er nokkuð viss um það að þetta skipulag hefði ekki verið tekið inn á sínum tíma nema það hefði verið búið að ganga frá samningu við landeigendur. Og það var nokkuð ljóst þegar það var búið að sveitarstjórn gat þá ekki farið að stígvöndum kúrs þannig að málið var afgreitt hér og sett inn á skipulag. Og síðan þekkjum við öll söguna í kringum það eru mjög deildar meiningar þessa framkvæmd og það er að mörgu leyti gott vegna þess að þá hefur svona, ég held að menn hafi svona vandað sig heldur meira og það hefur verið svona fjallað ítarlegri máli heldur en ella hefði orðið og en ég ætla nú kannski ekki að fara svona nákvæmlega út í allt en það liggur fyrir greinargerð hérna sem að var unnin hér á skrifstofunni og ég hef bara, var lögð fram á síðasta fundi og mér finnst vera að svona taka mjög vel á þessum málum og það er svona á flestum þeim þáttum sem að gerðir hafa verið athugasemdir við og þannig að ég er svona vísa dálítið í það en það er kannski svona tvennt eða þrennt svona sem að kannski aðeins minnast á að annars vegar þessi fiskgengd í ánni sem hefur mikið verið talað og svona látið svona stundum að því liggja þegar umræðurnar verða dálítið heitar að það sé eins og það sé verið kannski bara að ganga frá fiskstofninum í Þjórsá. Ég hef nú ekki sjálfum sér áhyggjur af því en vissulega getur þetta haft áhrif á hrygningarsvæði fisksins og við vitum ekki nákvæmlega hvernig seiðafleitan virkar en ég hef ekki trú á því að þessi stofn sé í hættu vegna þess að þá vísa ég til þess að það var settur upp laxastigi í Búða, ég man nú ekki nákvæmlega hvað ár það var, en fyrir þann tíma voru stundaðar mun meiri veiðar netaveiðar til að mynda niður á Urriðafossi heldur niður í dag. Í dag er til dæmis ein netalög niður á Urriðafoss bænum en voru áður 3 og það var til að mynda ekki minna við Þjórsárveri heldur en var áður. Þannig að þá var samt gekk fiskur upp í ána. Þannig að ég hef ekki trú á því að við séum að eyða þessu stofni þó að þessi framkvæmd komi þessi Hvammsvirkjun. En vissulega kann það að hafa áhrif og það er náttúrulega það sem er verið að tryggja með þessari greinargerð og þessu öllu saman að það verði fylgst nákvæmlega með því. Síðan hefur nú svona verið, það hafa verið umræður svona í framhaldi af þessu og sem að varðandi svona greiðslur inn í nærsamfélögin, sveitarfélög sem eru á þeim svæðum þar sem verið er að virkja og Haraldur hefur farið fyrir því dálítið að koma hræra dálítið upp í þeim umræðum og hefur að mínu viti bara unnið mjög gott starf í því. Þó að ég svona telji að það sé alltaf spurning hvað eigi að koma í greiðslur inn til samfélagsins, það þarf allavega að vera tryggt að það verði ekki fara að taka ákvarðanir í virkjanamálum út frá peningalegu sjónarmiðum. Heldur tel ég að náttúruverndin eigi að ráða þar ríkjum. Það er í raun og veru það eina sem að í mínum hugast er þessi varðandi Hvammsvirkjun sem svona stendur út af að það er þessi náttúruverndarsjónarmið og ég hef alveg fullan skilning á þeim sjónarmiðum fólks og ég hef ferðast mikið þetta svæði og ég veit að þetta er fallegt svæði en það er vissulega alltaf spurning það hvar við setjum mörkin, hvað við setjum okkur við og hvað ekki. Það var aðeins verið í að því líka umræðin og verið svona að því að sveitarstjórn hafa á sínum tíma tekið ákvörðun að setja þetta inn í skipulag á grundvelli fjárhagslegra hagsmuna sveitarfélagsins vegna þess að það er verið að vitna í þetta rammasamkomulag sem að margoft hefur verið talað og skrifaði blaðagreinin nýlega í blöðum að það sé svona ástæðan fyrir því að sveitarstjórnin hafi samþykkt þetta, það er ekki með þeim hætti því að þetta rammasamkomulag var gert eftir að búið var að semja þessu landeigendur og það hefði náttúrulega aldrei þegar ljóst var að þetta færi inn í skipulag en það hefur aldrei haft úrslita áhrif á hvaða ákvörðun fólk hefur tekið í þessum málum. Annað er það sem að menn hafa verið að tala mikið það er svona stundum verið umræðan svona undanfarið hér eins og að það sé jafnvel að sveitarfélagið hafi jafnvel boðið skaða af því að Landsvirkjun sem er starfsemi í sveitarfélaginu. Mér hefur þótt á köflum þetta að vera sérstök umræða vegna þess að við vitum það sem hér höfum búið að það væri afskaplega lítið að vera hér ef þessar virkjanir hefði ekki komið til. Til að mynda þegar Títanfélagið keypti vatnsréttindin á sveitarfélaginu
þá byggðu menn Ásaskóla og þegar menn fóru í Búrfell að þá fóru menn að byggja hér þetta félagsheimili. Þannig að, og síðan allar þessar vegasamgöngur og allt þetta, þannig að ég held að þetta hafi, og þar að ekki höfum haft heilmiklar skatttekjur af þessari starfsemi, þannig að ég vil nú meina að þetta hefur verið okkur frekar stuðlað að uppbyggingu hér í sveitarfélaginu að hafa starfsemi þessa fyrirtækis. Það hins vegar réttlætir ekki að menn séu að það megi gera hvað sem er. Það er mínum huga ekki þannig. Við verðum auðvitað að taka hvert dæmi fyrir sig. Og ég held að þegar að grannt verður skoðað og þessi áhrif þessara virkjana verður öll sem er komin í ljós, þegar að menn verður komin hér með brú hér yfir ána og aukna samgöngur og komið með tengipunktinn í Árnes og fleira, þá sjáum fólk að þá held ég að þessi virkjun, hún komi til með að vera svona hafa einna jákvæðasta áhrif inn í samfélagi af þeim virkjunum sem eru hérna á svæðinu. Nú veit ég að sumir eru ekki ánægðir með þeirra málflutning mín en þetta samt mín skoðun og ég held að þegar þessi bættu samgöngur eru komnar hérna og uppbyggingi sem eru eiga sér stað í Þjórsárdalum, þá held ég að við hefum eftir að horfa hérna á gjörbreytt samfélag í framtíðinni. Og ég ætla að ég mun samþykkja framkvæmdaleyfið og ég geri það ekki af því að ég telji mig skyldugan til þess. Ég hef sagt á sveitarstjórnarfundum, meðal annars þegar gerður var einhvern tímann að ég teldi að menn gæti sjálfs hafnað framkvæmdaleyfinu. Sko ef ég til þess væri hlutverki í þínu gerður og væri mótfallin þessari framkvæmd, þá myndi ég náttúrulega setja þetta upp með þeim hætti að telja fram ýmislegt sem ég teldi að mætti betur fara í undirbúningnum og vinnunum og öllu því. Og það gæti náttúrulega, veit ég, óskulega leitt til einhverja málaferla á þessu ef að menn ætluðu sér það, en ég held hins vegar að sko það yrði svona svolítið flókin staða og það verður aldrei reynt á það. Og ég held að það væri sumuleyti áhugavert en ekki, en ég er bara ekki þeirra skoðunar að ég er ekki andsnúin þessari framkvæmd og ætla þess vegna að samþykkja framkvæmdaleyfið á þeim forsendum að ég er sáttur við framkvæmdina, ekki að því mér finnist ég skyldugur til þess. Heyrðu, þá að þið veitum að kannski svona sambland af umræðinu og farin að gera grein fyrir atkvæði sínu. Þannig að þú blandaðir þessu öllu saman. Ef við svona klárum umræðina, vilja menn taka umræðina sérstaklega áður en við förum að gera grein fyrir atkvæði. Bjarni? Já, Tutti. Mér langar bara aðeins að draga upp svona hugmynd sem að kviknar þegar maður á svona fundum þar sem að málefni eru dregin upp. Að það sem hefur kannski svona síðustu vikur verið dregið fram er þessi áhrif, væntanleg áhrif og óvissu áhrif á lífríki Þjórsá og fiskgengd og slíkt, sem ekkert óeðlilegt. Þetta er náttúrulega inngrip í ána og hefur áhrif þar á, en þetta er eitthvað sem hefur ekki verið nægilega rannsakað, en þó þannig að við getum þá farið af stað með þessa framkvæmd vegna þeirra fyrirvara sem eru í greinargerðinni sem fylgja framkvæmdaleyfinu. Og þar á meðal annars er þessi seiðafleyta sem hefur oft verið nefnd. Og ég er nú þeirrar hugsa þannig og að fólk almennt er mjög lausnamiðað. Og vísindamenn og fólk sem er vant að leysa erfið úrlausnarefni, þau geta farið í það að vinna að því að finna góða lausn. Og þær lausnir sem hafa verið lagðar fram, það er ekkert víst að þær verði endanlega þær sem að koma til greina því að þetta tekur langa tíma, það eru nokkur ár í það að þetta verði farið að vinna í árfarveginum. Þannig að eftirlitsnefndin sem verður skipuð af öllum þeim aðilum sem koma að þessu máli, þar á meðal aðilum frá Veiðifélagi Þjórsár, þeir geta tekið sér saman og farið bara í það að leysa þetta mál. Þegar þessi hópur leggst á árarnar að leysa vandamál og þá finnast lausnir, það er yfirleitt þannig. Og mannfólk er lausnamiðað. Og það er alveg leið til þess að vinna þetta áfram því að þegar að stálin stinn mætast og menn kannski einsetja sér og ef að menn vilja reyna að leita lausna þá koma þær fram. Það hafa margar uppfinningar og lausnir komið fram í áranna rás, allt frá því að maðurinn fann upp hjólið og verður áfram.
Vilja menn taka meira til umræðu? Þá segi ég bara umræðinu lokið og áður en að við göngum til atkvæða þá vil ég gefa öllum kost á að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gerður, vilt þú ekki bara koma fyrst? Já, fyrst. Ég ætla að taka allavega Gunnar mér til fyrirmyndar að segja fundarstjóri, kæru fundargestir. Ég glemdi því áðan, Gunnar er langkurteistastur af okkur. En ég sem sagt, eins og flestir vita, er á móti því að við veitum þetta framkvæmdaleyfi og mun því leggja fram bókun og samkvæmt Evróputilskipun nr. 92/2011 þá þurfum við að gera grein fyrir því af hverju við erum á móti framkvæmd og ég myndi senda ykkur þá greinargerð með bókuninni. Bókunin er svona: ég er ósammála meirihlutanum um afgreiðslu og rökstuðning. Mín niðurstaða er að hafna leyfisbeiðninni. Ég hafna einnig þeirri aðferð og þeirri röksemdafærslu sem fram er lögð af meirihluta sveitarstjórnar í málinu. Ég hafna því algjörlega áratuga gamalt umhverfismat Núpsvirkjunar geti legið til grundvallar leyfisveitingu Hvammsvirkjunar með alla þá vitneskju sem undanfarnir áratugir hafa fært okkur. Löggjöf, viðhorf og aðstæður hafa breyst gagnvart umhverfinu. Engin sjálfstæð rannsóknarvinna fór fram á vegum meirihlutans sem hann á að gera samkvæmt framkvæmdaleyfinu, heldur kom flest allt beint frá Landsvirkjun, bæði drög og ráðgjöf. Landsvirkjun stendur ekki aðeins undir þriðjungi sveitarsjóðs, heldur er samkomulag frá 2008 dregið fram fyrr í mánuðinum og Landsvirkjun ætlar nú að gera upp gamlar skuldir samkvæmt því. Það sem meirihluti sveitarstjórnar hefur þegar tekið ákvörðun að veita framkvæmdaleyfi á grundvelli umsóknar Landsvirkjunar er ekki ástæða fyrir mig að fjölyrða frekar megin ástæður þess að ég kýs að hafna framkvæmdaleyfi. Takk fyrir. Oddviti, ég vil með þessum orðum gera grein fyrir því af hverju ég ákveð að samþykkja framkvæmdaleyfi fyrir byggingu Hvammsvirkjunar. Í fyrsta sinn í sögu stærri vatnsaflsvirkjana verður reist virkjun í byggð á Íslandi. Þessu fylgir mikil ábyrgð á hendur framkvæmdaaðila, mun meiri en áður hefur þekkst. Við þessa framkvæmd þurfa stjórnendur og starfsmenn Landsvirkjunar að taka verulega mikið tillit til annarra þátta en þeir eru vanir frá fyrri virkjunarframkvæmdum. Nýjar áskoranir af þessu tagi kalla á það að vanda þar til allra verka á framkvæmdatíma. Til þess að svona stór framkvæmd geti átt sér stað með lágmarksáhrifum á umhverfið, samfélagið og lífríkið. Ég hef lesið yfir öll gögn sem fylgdu með þessari umsókn framkvæmdaleyfi og reynt að gera mig grein fyrir því hvað fylgir framkvæmd sem þessari. Auðvitað er ég ekki sérfræðingur á mörgum þeim sviðum sem snerta byggingu Hvammsvirkjunar. En ég get samt sem áður alveg myndað með skoðun byggða á þeim gögnum sem liggja fyrir. Ein forsenda þess er að treysta sérfræðingum og vísindamönnum á þeim sviðum sem þeir fjalla og þekkja mun betur en ég. Það er þó gagnrýnivert, jafnvel ámælisvert, að við undirbúning og hönnun Hvammsvirkjunar hafi ekki verið haft ríkara samráð við samfélagið hér, né þá aðila sem hafa lýst yfir áhyggjum af inngripi í lífríki Þjórsár. Það má lesa úr gögnum umsóknarinnar að Landsvirkjun hafi ekki farið lengra í mati á áhrifum framkvæmdarinnar á umhverfið og samfélagið en lög og reglur gera kröfu á hverjum tíma. Þar geta stjórnendur Landsvirkjunar reynt að líta í eigin barm og horft til þess í framtíðinni að víkka aðeins út rannsóknir á umhverfi, samfélagi og lífríki og ganga heldur lengra í þeim efnum
en lög og reglur gera kröfu um. Eins og allir ættu að vita þá hefur sveitarstjórn sett fjölmarga fyrirvara við framkvæmd þessa mannvirkis. Þeir eru skýrt settir fram í greinargerðinni sem liggur fyrir við undirritun framkvæmdaleyfisins hér í dag. Margir þessara fyrirvara hafa komið fram eftir samtöl við fólk með ólíkar skoðanir á málefninu. Skoðun sveitarstjórnar, að minnsta kosti meirihluta hennar, á hverjum lið í framkvæmdinni kemur skýrt fram við þessari greinargerð. Ég hvet alla til þess að kynna sér innihald hennar vel. Sveitarstjórn hefur líka tekið upp það nýmæli við þessa framkvæmd að eitt af meginskilyrði fyrir veitingu framkvæmdaleyfisins er að setja á fót eftirlitsnefnd sem mun fylgjast grannt með því að allir fyrirvarar fyrir veitingu leyfisins verði uppfylltir áður en til þess framkvæmdaliðs kemur á byggingartíma virkjunarinnar. Þetta er óheyrt í fyrri framkvæmdum af þessu tagi. Að þessu sögðu samþykki ég að veita framkvæmdaleyfi fyrir byggingu Hvammsvirkjunar. Fyrir rúmu ári síðan, í aðdraganda kosninganna, á framboðsfundi hér í Árnesi, var ég spurður beint út af því hvort ég myndi veita framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar. Ég svaraði því skýrt, sagði já, ég myndi veita framkvæmdaleyfi. Það er því alveg ljóst að meirihluti íbúa Skeiða og Gnúpverjahrepps er jákvæður fyrir byggingu Hvammsvirkjunar. Annars stæði ég ekki hérna í dag. Það kom skýrt fram í stefnuskrá okkar í aðdraganda kosninganna að við myndum veita framkvæmdaleyfið en á sama tíma tryggja hagsmuni sveitarfélagsins í þessu stóra verkefni sem Hvammsvirkjun er. Þannig gætum við lagt grunn að framtíðar uppbyggingu í atvinnu og íbúamálum í sveitarfélaginu. Ég hef ekki farið í felur með það og sagt það margoft að ég er hlynntur uppbyggingu virkjana. Ég geri mér vel grein fyrir því hversu mikið lífsgæði sú raforkuframleiðsla sem við sem þjóð höfum byggt upp í þessu landi hefur skilað okkur. Þegar ég hóf störf sem sveitarstjóri Skeiða og Gnúpverjahrepps 1. júní í fyrra stóð ég í þeirri trú að ég væri að taka við ríku orkusveitarfélagi eins og margoft hefur verið sagt sveitarfélög með virkjanir í sínu nærumhverfi. Það tók mig ekki langan tíma í starfi sveitarstjóra að átta mig á því að Skeiða og Gnúpverjahreppur er ekki þetta ríka orkusveitarfélag. Þrátt fyrir að meira en þriðjungur af allri raforkuframleiðslu Landsvirkjunar frá upphafi hafi átt sér stað í stöðvarhúsum í Skeiða og Gnúpverjahreppi. Samt er það þannig að ávinningur nærsamfélagsins er mjög takmarkaður og sökum sérlaga orkuvinnslu og orkumannvirki þá geta komið upp aðstæður þar sem að þær tekjur sem sveitarfélag hefur á lögbundnum sköttum stöðvarhúsa verði neikvæðar. Sú staðreynd gengur einfaldlega ekki upp. Það verður að breyta leikreglunum. Það eru 20 ár síðan orkumarkaðnum á Íslandi var breytt í samkeppnismarkað. Þá voru gerð að mínu mati þau mistök að fella ekki úr gildi þær undanþágur orkufyrirtækja frá tekjustofnum sveitarfélagana sem voru settar árið 1963 til að byggja undir raforkukerfi á Íslandi. Undanþágurnar sem voru settar fyrir 60 árum síðan og eru enn við lýði í dag gera það að verkum að sveitarstjórn Skeiða og Gnúpverjahrepps bókaði 15. febrúar síðastliðinn að orkuvinnsla í núverandi lagaumgjörð þjónaði ekki hagsmunum sveitarfélagsins. Og það er svolítið merkilegt að það sé staðan. Það verða því ekki fleiri virkjanir settar í skipulag Skeiða og Gnúpverjahrepps, allavega ekki meðan núverandi lagaumgjörð er við lýði. Á síðustu mánuðum hef ég haldið upp í málflutningi í fjölmiðlum hversu ósanngjarnt þessi lagaumgjörð er og að lengra verði ekki komist nema að breyta lögunum, tryggja nærumhverfinu sanngjarnan ávinning og að þau fái sínu lögbundnu tekjustofna, ekkert meira annað en að þessi starfsemi borgi sömu skatta og önnur starfsemi. Einnig er það mikið ranglæti að við sem búum hérna út á landi borgum hærra fyrir rafmagnið sem verður til hjá okkur. Við sem að munum búa hér við hliðina á Hvammsvirkjun munum þurfa að greiða hærra verð fyrir rafmagnið úr Hvammsvirkjun heldur en aðrir íbúar í þéttbýliskjörnum land allt. Það einfaldlega gengur ekki upp en ég hef þá trú að því verði breytt. Við vitum í dag er búið að viðurkenna þetta ranglæti bæði af orkufyrirtækjunum en líka af ríkisstjórninni sem hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að breyta skattaumhverfi á orkuvinnslu á Íslandi. Þeirri vinnu á að vera lokið 31. október 2023 og getum við því vænst þess að sanngjarnar leikreglur verði leiddar í lög seinna á þessu ári
eða næsta vetur. Ég tel að ekki sé raunhæft að tala orkuskipti á Íslandi fyrr en ný lög hafa tekið gildi. Í dag birtist grein á vísir.is með fyrirsögninni Sveitarstjórn, stattu með sjálfri þér í dag og segðu nei. Þar ég hvattur til þess að hafna framkvæmdaleyfi Hvammsvirkjunar vegna þess að sveitarstjórn Skeiða og Gnúpverjahrepps bókaði þann 15. febrúar að orkuvinnsla í núverandi lagaumgjörð þjónaði ekki hagsmunum sveitarfélagsins. Þá var ég minntur á þá útreikninga sem ég hef haldið á lofti sem sýnir fram á að við getum beinlínis tapað á núverandi orkumannvirkjum í Skeiða og Gnúpverjahreppi, sem rétt. Hvammsvirkjun skilar Skeiða og Gnúpverjahreppi engum beinum tekjum og engum störfum til framtíðar. Og sú staðreynd mjög sérstök. En vandamálið að Hvammsvirkjun var samþykkt í skipulagi sveitarfélagsins árið 2021 og lög og rammaáætlun tók af okkur skipulagsvaldið. Myndi við hafna framkvæmdaleyfinu, þá myndi það hafa afleiðingar sem enginn veit hverjar gæti orðið. Varðandi þá rannsóknarvinnu sem okkur ber skylda að halda úti við veitingu framkvæmdaleyfis, að þá hefur mikil vinna verið unnið síðustu mánuði. Hundruði vinnustunda liggja að baki því að fara í gegnum öll gögnin, eiga samtöl við alla hagaðila og svo framvegis. Og ég tel að sú vinna sem hafi verið unnin hér gerir það að verkum, og ekki tel, hún gerir það að verkum að mér líður vel með þá vinnu og ég tel okkur hafa unnið hana vel. Ég tel í vinnu okkar síðustu mánuði höfum við einmitt gert það sem við sögðustum ætla að gera hér fyrir rúm ára síðan. Það er að segja tryggja hagsmuni sveitarfélags til framtíðar, með breyttu lagaumhverfi í framtíðinni mun Hvammsvirkjun skila miklum ávinningi til okkar nærsamfélags. En Hvammsvirkjun mun líka skila okkur, eins og Gunnar kom inn á áðan, tengipunkti inn á raforkukerfið. Hérna í Árnesi verður eitt mesta afhendingaröryggi rafmagns á Íslandi og það gefur okkur möguleika á að byggja upp atvinnu. Þau tækifæri verða undir okkur komin að nýta og hefur sveitarstjórn nú þegar fyrr á þessu ári gefið vilyrði fyrir stóru lóð hér í Árnesi undir matvælaframleiðslu sem mun þurfa meira en 30 megavetta raforku verði verkefnið að veruleika. Í bókun sveitarstjórnar 15. febrúar, sem ég hef komið inn á hér áður, þá tók sveitarstjórn þá ákvörðun að stöðva skipulagsvinnu orkumannvirkja vegna þess að það þjónaði ekki hagsmuni sveitarfélagsins. Það full alvara í þeirri bókun. Í síðustu viku sendi sveitarstjórn Skeiða og Gnúpverjahrepps erindi til skipulagsstofnunar og nýtti sér 7. grein laga verndar- og orkunýtingaráætlun þar sem farið var fram á frestun á því að innleiða búrfellslundi skipulags sveitarfélagsins. Þetta gríðarlega stór ákvörðun, en Búrfellslundur átti að byrja að framleiða rafmagn eftir rúm 2 ár. 2 árum áður en að Hvammsvirkjun á að byrja að framleiða rafmagn. Það að við höfum gert þetta þýðir samkvæmt lögum að nú ber að fara með Búrfellslund eins og það sé í biðflokki rammaáætlunar og því hafa stjórnvöld ekki heimild til að veita leyfi tengt orkuvinnslu vegna Búrfellslundar. Það verða því ekki sett fleiri orkumannvirki í skipulag Skeiða og Gnúpverjahrepps með núverandi lög við lýði og sú ákvörðun verður ekki endurskoðuð fyrr en að skýr lagaumgjörð hefur verið samþykkt á Alþingi. Gerist það ekki, þá tel ég að Hvammsvirkjun verði síðasta virkjunin sem verður byggð í okkar sveit. En að öllu framansögðu að þá var það Alþingi sem tók ákvörðun árið 2015 að byggja Hvammsvirkjun. Og samkvæmt lögum rammaáætlun ber sveitarfélögum að innleiða virkjunarkosti í nýtingarflokki í skipulag sitt. Hvammsvirkjun var samþykkt í skipulagi sveitarfélagsins á síðasta kjörtímabili árið 2021, ákvörðun sem ekki hægt að snúa tilbaka. Umsókn Landsvirkjunar framkvæmdaleyfi eftir alla vinnu sveitarstjórnar í samræmi við gildandi skipulag. Það því trú mín að innan skamms munum við sjá allt annað umhverfi og nærumhverfið muni fara að njóta sanngjarns ávinnings af þessari starfsemi. Þannig munum við geta byggt upp samkeppnishæf búsetuskilyrði og öflugt samfélag í nærumhverfi orkuvinnslu. Þess vegna samþykki ég að veita framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar. Ef ekki fleiri ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu, þá ætla ég að leggja til atkvæðagreiðslu hverjir eru samþykkir því að veita framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar. Rétti bönd.
hver er á móti. Þá er það staðfest, það eru þá 4 með og 1 á móti. Það er því samþykkt að veita framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar. Ekki eru fleiri mál á dagskrá fundarins. Gerður, þú ætlaðir að senda, ertu búin að senda bókun á Silvíu? Vilt þú þá Silvíu að senda fundargerðina á alla til yfirlestrar?